komið þið sæl og velkomin í spjallið hér á Skjáinn. Hér síðar í þættinu verðum við viðtal við tvo meðlimi í samtökunum Blóð og heiður. Þau vilja Ísland fyrir Íslendinga og hafa viðrað þær skoðanir í fjölmiðlum og hafa verið umdeilt fyrir vikið. En við byrjum þáttinn á Steingrími og Sigfússyni fjármálaráðherra. Mér langar nú að tala um margt annað en Icesave, en svo við byrjum bara á því beint. Skilur þú ekki afstöðu þeirra sem að vilja fá tækifæri til að sinni þessu, allavega að fá tækifæri til að kjósa þetta bara í ljósi þess hvað málið er búið að vera mikið klúður frá upphafi? Ég tek nú ekki undir það að málið sé búið að vera klúður frá upphafi. Það er að segja að það var ægilegt klúður í byrjun þegar þetta mál varð til. Það er ljóst að það er komin betri samningur vegna þess að forsetinn tók sína ákvörðun síðast. Það er út af þessi mjög skiljanlegt og eins og málið hefur þróast þá skil ég það enn betur að sjálfsögðu úr því að búið er að vísa einu sinni til þjóðarinnar og allt það. En það breytir auðvitað ekki hinu að við þurfum einhvern veginn að komast frá þessu máli, einhvern veginn að leysa það, klára það og það er staðreynd, það er þarna, það hverfur ekki. Við sátum uppi með þessi ósköp haustið 2008 þegar Landsbankinn hrundi og það mun ekki hverfa, það mun ekki gleymast, það mun ekki gufa upp. Við getum ekki kosið það út úr heiminum. Frekar en við getum kosið það að það hafi ekki orðið bankahrun á Íslandi. En nú er verið að tala um ákveðna upphæð, 50 milljarðar oftast nefnt. Í þínum huga, hvar liggur upphæðin þannig að þú myndir segja þetta er of há upphæð, Ísland getur ekki borgað þetta? Af því að áður var upphæðin mun hærri, nú er hún 50 milljarðar. Hvar finnst þér upphæðin vera ásættanleg? Já, það er alveg ljóst að ef við hefðum setið uppi með þetta og ekki haft neina eignir úr Landsbankanum uppi það og svo framvegis, þá hefði þetta verið okkur nánast ofviða, bara sem hagkerfi. Ef við hefðum setið upp með 670 milljarða og ekki átt neina eignir uppi það. Það hefði orðið mjög erfitt fyrir Ísland að klára sig af því. En nú er staðan sem betur fer ekki þannig og hefur aldrei staðið til að hún yrði þannig. Þegar við leggjum að stað þá byggjum við á mjög varfærnum mati. Við vildum ekki fegra myndina og notuðum þá 75% endurheimtu hlutfall upp í höfuðstólinn og síðan er það þá það sem ávantar og vextir á tímanum sem við þurfum að greiða. En þú nefnir þessu upphæð. Einhvers staðar eru þessi peningar. Nú er verið að ræða að það sé að koma í ljós hvert þessi peningar fóru. Á almenningur ekki rétt á að fá þær upplýsingar? Sko þetta er auðvitað bara eins og hverjir aðrir peningar sem Landsbankinn tók á móti í sínum útibúum. Sum þeirra voru í London, sum þeirra voru í Hollandi, önnur voru hér í Breiðholtinu eða á Húsavík. En í ljósi þess að almenningur er að kjósa um peningar fara einhverjar leiðir innan æðakerfis gamla Landsbankans og nú hefur skilanefndin verið að láta rannsaka þetta allt saman og verið með erlenda sérfræðinga í því, endurskoðendur, lögfræðinga og rannsóknar endurskoðendur og það komu fréttir af því daginn, manstu, að þeir væru jafnvel að undirbúa aðgerðir á grundvelli þeirra upplýsinga. Það er hlutverk skilanefndarinnar að reyna að finna alla peninga sem tilheyra gamla Landsbankanum, sækja þá og nota þá í að gera upp tjónið. En í ljósi þess hvað þetta Icesave-mál hefur verið mikið umræðu og þjóðin er að fara að kjósa það, munt þú beita þig fyrir því að þjóðin fá að vita hvert þessi peningar fóru? Já, við ætlum að upplýsa það jafnóðum og við fáum gögnin frá þeim sem fara með þetta, sem eru þetta skilanefndin og það er sérstaklega búið að ganga frá því til dæmis að Alþingi verður reglubundið upplýst og við munum gera samning við Tryggingarsjóð innstæðueigenda samstarf milli fjármálaráðuneytisins og sjóðsins og inn í þeim samningi verða ákvæði upplýsingagjöf eftir því sem kostur er á hverjum tíma. Þegar sjálfsögðu er það eðlilega krafa að almenningur vita sem mest um þetta. Nú er að vísu heilmiklar upplýsingar að finna til dæmis í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis það sem gerðist í aðdraganda falls bankanna og það eru langir kaflar Icesave. Mér langar að spyrja það að þú ert að nefna þá skýrslu. Lastu skýrsluna? Já, ég las mikið af henni, já. Ég las náttúrulega tiltekin hefti og tiltekna kafla meir en annað, vissulega, en ég hef ekki haft tíma til að lesa hana alla frá orði til orðs, en ég gluggaði mikið í fyrsta heftið, sjötta heftið, áttunda heftið las ég mjög vel, sem var reyndar mjög merkilegur hluti af því starfi, það er að segja siðferði nefndin. Mér langar að spyrja það forsetann, hann lét hafa eftir sér, það er ekki létt byrði að láta ráðherra hóta sér að segja af sér eða ríkisstjórnin farið frá. Þú svaraðir í viðtal á mánudaginn, það veit ég ekkert um það hvort þetta sé frá þér eða Jóhönnu komið. Veistu það í alvöru ekki? Nei, ég ætla ekki að ræða trúnaðarsamtöl sem ég kann að hafa átt við forsetann hér á undangengnum árum eða mánuðum og það eru og eiga að vera trúnaðarsamtöl, þannig að ég held mig við það en úr því að þetta er borið upp á mig þá segi ég náttúrulega staðfest í að ég hef ekki hótað afsögn. En þú sagðir í því viðtali að þú teldir þig ekki hafa hótað afsögn? Nei, ég sagði það. Ég sagði nákvæmlega hvað ég hefði sagt. Ég sagði
að ég myndi hugsa minn gang. En svo eðlilegt að ráðherra gerir ef frumvarpi frá honum og þinginu hafnað. Þá langar mig að spyrja það því að ég hef fyrir því góðar heimildir að þú hefur slitið á öll samskipti við Óla Ragnar í janúar 2010. Það hafi verið löng hefð fyrir því að fjármálaráðherra og forseti hittist annað slagið á tveggjamannafundum, óformlegum spjallfundum og þú hafir eftir að hann synjaði síðast hætt þessum fundum og slitið á öll samskipti við hann. Er það rétt? Nei, það ekki rétt. Því að við auðvitað rekumst við Ólafur stundum á við ýmsar athafnir. Við höfum til dæmis setið á ríkisráðsfundum saman síðan þetta var. En ef það ekki rétt að slíta á öll samskipti, er það rétt að þessi fundir hafi lagst af? Staðreyndin sú að forsetinn hefur ekki óskað eftir slíkum fundi með mér. En hvernig var það áður? Óskaði hann eftir þessum fundum? Það kom fyrir að við hittumst, já, en það liggja nú ekkert óskaplega margir snertifletir milli forsetaembættisins og fjármálaráðherra sem slíks. Og það forsætisráðherra sem fer með samskipti við forsetaembættið samkvæmt reglugerðum stjórnarráðið og í raun og veru það þannig að það miklu ofta þá sem eru snertifletir milli utanríkisráðherra og forsetans. Það sem ég kannski spurjaði er að fyrir synjunum hans þá áttu þið slíka fundi, eftir synjunina hafið ekki átt slíka fundi. Nei, það hefur ekki verið óskað eftir því. Er það rétt að þið, Jóhanna, hafið íhugað að kanna hvort grundvöllur sé fyrir beitingu 11. grein stjórnarskrárinnar þar sem mælt fyrir að þingi víki forsetanum með stuðningi 3/4 hluta þingsins? Nei, það ekki verið nefnt. Þið hafið ekki rætt það á fundum ykkur á milli. Forsetinn hefur sagt algjör fjarstæða, en það væri nú ekki ábætandi, sko, það eru hlutir sem eru allt annars eðlis og við skulum nú ekki fara að gera úr þessu ennþá meiri ringulreið og vitleysu en þörf á. Ég held að sé ákaflega mikilvægt núna vegna þess að nú búið að taka þessa ákvörðun og við erum að sigla inn í umræðu Icesave samkomulagið og síðan kosningar það, að við vöndum okkur og hjálpumst að við að hafa þá umræðu málefnalega og uppbyggilega og truflum hann ekki með öðru á meðan. En nú ljóst að hjá stjórnmálamönnum almennt kergja í garð forsetans og úr því að þetta ákvæði til þá þetta ekkert fjarstæðukennt. Nei, en það nú mjög langsótt. Þetta nú held ég hugsað sem algjör öryggisventill. Við notum nú það hugtak. Það þarf 3/4 ef mann rétt þingmanna til að samþykkja og síðan fer það í þjóðaratkvæði. Þannig að það verður nú mikið á menn lagt að fara að standa í slíku og ég ekkert að halda neinu fram að til þess séu efni. Nú það eru forsetakosningar á næsta ári þannig að það nú stutt í að þjóðin Það var einmitt það sem ég langaði að spyrja það næst, að því forsetinn talaði og notaði það sem rök í sínum mála að þið hefðu ekki fengið endurnýjað umboð. Nei, ekki frekar en hann reyndi. Telur þú að hann þurfa að fara að fá endurnýjað umboð núna? Nei, hann bara fær það þá eða það verður kosið, forsetakosningar á næsta ári og ef að fleiri en einn bjóða sig fram þá verður kosið, þannig eru reglurnar og í raun og veru það ekki kannski rétt að þetta þing hafi ekki fengið endurnýjað umboð eftir að Icesave málið kom til sögunar. Því Icesave málið kemur upp á yfirborðið í október eða haustmánuðum 2008 og Alþingi ákveður í desember 2008 að það eigi að reyna að leysa það með samningum. Þið hefði ekki fengið endurnýjað umboð eftir synjunina. Síðan hefur alltaf verið unnið samkvæmt þeirri stefnu að vænlegasti kosturinn væri að reyna að leysa málið með samningum og minnihlutastjórnin vann samkvæmt því. Og það var alveg skýrt í aðdraganda kosninganna 2009 að menn voru með samninganefnd í gangi að reyna að leysa Icesave-málið. Þannig að í þeim skilningi má segja að stjórnarflokkarnir sem fengu þá hreinan meirihluta, að þeir hafi fengið fullt umboð til þess að halda því ferli áfram. 27. greinin til umræðu núna. Væri það ekki frekar hlutverk stjórnlagaþingsins að eiga frumkvæði að breyta henni heldur en ykkar? Jú, ég náttúrulega mjög spenntur fyrir því og ég var stuðningsmaður þess að við kæmum á stjórnlagaþinginu og vil enn reyna að stuðla því að svo verði. Og ég held að það sé mjög gott einmitt að slíkir aðilar sem koma beint frá þjóðinni og geta tekið sér svona hlutlausa stöðu gagnvart þessum samskiptum þings og forseta að þeir fari yfir þessi mál. Við þurfum að skýra ýmis ákvæði stjórnskipunarinnar og það er lengi legið fyrir að brýnasta þörfin fyrir endurskoðun eru fyrstu kaflar stjórnarskrárinnar. Það sjálf stjórnskipunin, það staða og hlutverk Alþingis, það staða og hlutverk eftir atvikum forsetaembættis, það þrískipting valdsins, það eru þessi eldgömlu fornu ákvæði sem við sitjum enn uppi með úr 19. aldar stjórnarskrá, það sem eimir eftir af deilum arfakonungsins danska og þjóðþingsins í Danmörku sem var að sækja sér vaxandi völd og stöðu á 18. og svo 19. öldinni. En ef við tala nú bara mannamál, ertu ósáttur við Óla Ragnar Grímsson?
Ég ætla ekkert að tjá mig það, en menn hljóta að geta lesið í það. Ég er ekki, það er ekki verið að mínum vilja að óskum að hann hefur synjað í tvígang frumvörpum sem Alþingi hafði afgreitt og að voru að okkar mati sem að þeim stóðum mikilvægur liður í að leysa hér mál og komast áfram með Ísland og hagkerfið. Finnst þér að hann vera að breyta landslaginu í landinu varðandi stjórnskipun? Já, það er augljóst mál að þetta eru gjörbreyttir tímar eftir að einn forseti hefur í þrígang beitt þessu ákvæði, en 4 forsetar á undan honum sem sátu allt frá lýðveldisstofnun gerðu það aldrei og voru þó oft mál mjög umdeild á þeirra tíð og kröfur gerðar á þá, eins og til dæmis Vigdísi Finnbogadóttur um að beita þessu ákvæði, en hún kaus að gera það ekki. Þú sagðir í mars 2003 ekki getur verið vandinn að nokkru manni í þessum sal þingræðisinn að detti í huga þjóðin sé ekki fullfærum að meta þetta sjálf og kjósa það samhliða. Því hún kýs sér þingmenn. Stundum heyrist að vísu einstaka hjáróma röddum að sum mál séu svo flókin að þau hendi ekki þjóðaratkvæði. Það er einhver allra ömurlegasti málflutningur sem ég heyri. Já, ég er sama sinnis enn. Er það þá bara þetta að það er forsetinn sem sendir þetta til þjóðarinnar sem truflar þig? Já, það er nú margt að mörg að hyggja í því. En ef hann gerir það eftir að hafa fengið svona margar undirskriftir? Já, þjóðin er að sjálfsögðu, ef málin eru lögð upp, reiddar fram upplýsingar, gefinn tími til að setja sig inn í þau, þá er að sjálfsögðu engum betur treystandi en þjóðinni til að taka stórar ákvarðanir og það á hún að gera. En ég vil minna menn á það að allt vald í okkar fyrirkomulagi það sprettur frá þjóðinni. Þingið sækir vald sitt til þjóðarinnar. Við erum kosin af þjóðinni. En þjóðaratkvæðagreiðslur almennt, er þetta ekki stórt mál? Það má ekki setja þetta þannig upp að þingið sé einhver einangruð eyja og hafi sótt umboð sitt eitthvað annað en til þjóðarinnar. Við erum kosin af þjóðinni í alþingiskosningum. Nei, eins og ég vitna aftur í svo orð sem þú segist ennþá vera sammála, það er að vera að tala um þjóðaratkvæðagreiðslur. Já, ég tel í sjálfu sér að þau mál sem á annað borð er skynsamlegt að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og er þetta mál ekki þess eðlis? Flestir eru þeirra skoðunar að það sé miklu meir í vandkvæðum bundið að setja til dæmis fjárlög og fjárhagslega skuldbindingar og skatta og annað slíkt í þjóðaratkvæði og við skoðum reglur hjá öðrum löndum, þá er það mjög oft þannig að slík mál eru undanskilin. En þjóðin getur kallað fram kosningar eða minnihluti þingsins getur stuðlað að þjóðaratkvæðagreiðslu svona stefnumótandi grundvallarmál, áform sem að hægt er að þá að segja já eða nei við áður en að í þau er ráðist og þá er mjög mikilvægt að hægt sé að skjóta slíkum stórum grundvallar málum til þjóðarinnar og ég hef allan tíman verið sammála því og er það enn. En þá langar maður að spyrja. En Icesave-málið, bæði eins og það er vaxið, það liggur dálítið í eðli þess og inntaki. Þetta er deila við önnur lönd. Þetta snýst fjárhagslega skuldbindingar sem enginn með neinni ánægju tekur á sig. Það er ljóst. Það er alveg eins og við ætlumst til þess, er það ekki, þegar við kjósum okkur fulltrúa í sveitarstjórnir eða á Alþingi, þá vitum við að þeir fara með skattlagningarvald, fjárlagavald eða gerð fjárhagsáætlunar, ákvörðun útsvar og við treystum þessu fólki til að taka þar ákvarðanir. En þá langar maður að spyrja þig, í hjartaðinu, ef þú værir í stjórnarandstöðu, heldur þú værir ekki hlynntur því að þetta mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu? Nei, ég efast það vegna þess hvernig það er vaxið. Heldur það í alvöru? Ef þú hugsar Steingrími J. Sigfússon sem var í stjórnarandstöðu fyrir 2-3 árum síðan? Já, ég líka tel, og það kannski hneykslar einhverja, en ég ætla að segja það samt, ég tel þetta mál ekki svo stórt. Ég tel það ekki. Hvernig getur þú fengið þá? Vegna þess að nú sem betur fer lítur svo út að þetta verði tiltölulega óveruleg fjárhagsleg skuldbinding. Þetta er niðurskurður í heilbrigðismálum til 10 ára? Nei. Ég geri mér vonir það að þetta endi í fáeinum tugum milljarða króna ef einhverju. Sem er heilmikil peningur? Já, það er vissulega miklir peningar. En vorum ekki að setja 33 milljarða inn í íbúðalánasjóð hérna rétt fyrir jólin? Áttum við þá ekki að kjósa það? Erum við ekki að setja mikla peninga inn í banka og sparisjóði? Áttum við ekki að kjósa það? Var það ekki Seðlabankinn nánast gjaldþrota hér haustið 2008 og við afskrifuðum 192 milljarða í ríkisreikningi 2008 vegna þess. Áttum við þá ekki að kjósa það? En svona er veruleikinn. Við erum að greiða úr ótrúlega mörgum erfiðum málum og það þarf að taka það ákvarðanir og við höfum tekið það okkur að reyna að koma landinu í gegnum þetta og ég tel að
okkur sé að miða bara á margan hátt ágætlega í því og ýmislegt hafi nú lagst á móti okkur líka. Mér langar að koma inn á það. Og það kemur tími uppgjörs við okkur. Ef við stöndum okkur ekki þá verður auðvelt að taka á því máli þegar það kemur og það verður kosið næst til Alþingis. Við förum betur í það eftir auglýsingar. Mig langar að fara frá ICE og yfir í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skattahækkanir og fleira hér strax eftir. Þú ert með skemmtilegu málin, já. Skemmtilegu mál. Ertu ekki örugglega með sjónvarp Símans? Smelltu á vodtakkan á fjarstýringunni og leigðu þér nýja mynd í kvöld. Þú fær aðra með á 0 krónur. Magnaðir miðvikudagar. Það Síminn. Orville örbylgjupopp. Engin leyndarmál, engin transvita. Það verður að vera Orville. Ég heiti Lilja. Ég metnaðgjörn í góðu starfi, reyndar með karaktersuppu sem yfirmann. Lilja. Ég veist að ég sé bara ansi kissilega. Hvað sem það á nú þýða? Þýðir allavega ekki að ég er kærasta. Og já, ég er á Facebook. Og ég þoli ekki pók. Sjáumst 3. mars. Hvað sem þú gerir, ekki gera ekki neitt. Hafðu samband. Mótus, leysum málin. Nú lottobáturinn fjórfaldur og brunar beint í 25 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Höldum áfram hér með Steingrím J. Svo við klárum nú þessa ICE-umræðu. Þú ert í grunninn ekkert ósáttur við að hér fara fram þjóðaratkvæði? Nei, að sjálfsögðu ekki, en þetta er svo ákvörðun tekin og þá bara þurfum að hjálpast að við að það gangi vel fyrir sig. Og það hefur ekkert upp á sig að peksum það. Varðandi það sem ég sagði líka að ICE-málið vonandi yrði ekki svo stórt. Það eru þetta risastórt í sjálfu sér sem ólánst mál. En það sem ég er að vona er að þegar uppverður staði verði fjárhagsskuldbindingin orðin óveruleg. Segjum nú bara að það haldi áfram að koma góðar fréttir af batnandi endurheimtum í búið. Síðast í dag var að koma frétt að verslunarkeðjan Iceland er að borga út arð upp á 67 milljarða. Af þeim koma 43 milljarðar í hlut skilanefndar Landsbankans. Af þeim myndum við fá 52% upp í IceSave ef að samkomulagið heldur og við fáum framseldar kröfurnar. Þá fáum við 22 milljarða sem lækkar þá kannski reikningin sem því nemur. Ef við fengjum góðar fréttir á næstu vikum að kannski yrðu þetta ekki 47 milljarðar eins og samningarnefndin núna áætlar heldur kannski 30. Þá þurfum við bara að setja það í rétt samhengi. Er þetta orðið svo stórt mál? Eða er eitthvað prinsipp í þessu sem veldur því að við viljum ekki klára það með samningum, hagstæðum samningum ef þeir eru í boði og er það þá ekki mikilvægara fyrir okkur að gera það, leysa þessa deilu, koma samskiptum okkar við önnur lönd í lag, koma þessari óvissu frá, við sjáum hvað matsfyrirtækin er að segja núna og svo framvegis og svo framvegis og ég er svo botn samfærður það verður góð niðurstaða fyrir okkur að klára þetta mál með þessu samkomulagi. Hefur einhverjar upplýsingar sem að almenningur hefur ekki til sem Nei, ég er nú bara að segja, ég veit að það er von á nýju mati og nýjum upplýsingum innan fárra vikna. Hefur einhverjar upplýsingar sem að almenningur hefur ekki sem að lætur þið vera svona samfærður? Nei, ég var bara að tala til dæmis þessa vaxtagreiðslu sem kom í dag. Það er umtalsverðir fjármunir og þannig er gríðarlega verðmæti eign það sem er verslunarkeðjan Iceland sem gæti alveg selst á næstu misserum. Hefur einhverjar frekari upplýsingar? Nei, ég hef það nú ekki, en það á ég ekki að vera með þær. En ég er bara að segja til dæmis, nú veit ég ekki hvað skilanefndin hafði gert ráð fyrir miklu til dæmis í arðgreiðslur eða hugsanlegt söluverðmæti fyrir Iceland, en ég veit að þetta er eina verðmætari og álitlegri eignum búsins og það er greinilega að ganga þar mjög vel, reksturinn góður og þeir geta greitt út svona mikinn arð sem að skilanefndin fær. Og þetta eru góðar fréttir. Þetta er þín skoðun, hér verður þjóðaratkvæðagreiðsla. Ef við förum yfir í annað sem eru ekki þjóðaratkvæðagreiðslur sem eru skattahækkanir. Ef við höfum það bara sem forsendu að auðvitað verður einhvers staðar að finna peninga. Annaðhvort með niðurskurði eða skattahækkunum. Óttastu ekki að sumar af þessum skattahækkunum mun á endanum verða til þess að minnka kökuna þannig að það komi bara minna til ríkisins þegar allt kemur til alls? Nei, vegna þess að við erum enn með það lág skatthlutföll hér borið saman við önnur lönd
Við erum ennþá meðal þeirra OECD-ríkja sem eru með lægstu skatthlutföllin. Þá ætla ég að klára spurninguna. Hér lækkuðum við skatta í þenslu sem voru gafst nú mistök. ekki mjög vel. Nei, sem voru mistök. Eru það þá ekki líka mistök að vera að hækka skatta í miðri kreppu? Það óæskilegt að þurfa að gera það og menn verða auðvitað að gæta hófs og svona reyna að átta sig á því hvar skynsamlega mörk liggi í þeim efnum. Það tel ég að við höfum gert. Þá skiptir líka miklu máli hvernig þú útfærir aðgerðirnar og við erum fyrst og fremst að reyna að láta þá sem að hafa háar tekjur, hafa miklar fjármagnstekjur, eiga miklar eignir eða fyrirtæki sem búa við góða afkomu að hagnast. Það nú svo þegar þeir eru að fara mjög hart í millistéttina, þeir eru að fara mjög hart í lítil einkahlutafélög, lítil fyrirtæki? Nei, ég tel að útfærslan á þessu hafi verið eins skynsamleg og hófsamleg. Hér hlaupa menn umvöfum í sameignarfélög að því að einkahlutafélög eru skattlögð svo hátt? Já, með þurfa nú að borga skatta líka út úr sameignarfélögum. En það sem ég ávið að þeir sem að gunna á kerfið, þeir koma sér bara eitthvað annað en hinn venjulegi millistéttamaður endur á Hvað að borga. vorum við að gera til dæmis með því að taka aðeins á sköttum einkahlutafélagana? Hvernig hafði það þróast einmitt í eftirlitsleysi undangengina ára? Það þýddi það að menn færðu rekstur sinn yfir í einkahlutafélög, sín einyrkjar í starfi, bara trillusjómenn, urðu allir að einkahlutafélögum og hvað þýddi það fyrir útsvarstekjur viðkomandi sveitafélaga. Ég þekki lítinn stað út á landi, þar sem voru 10-11 smábátaútgerðir og útsvarstekjur sveitarfélagsins voru bara ágætar fyrir 10 árum síðan. Núna róa þar 11 einkahlutafélög og útsvarstekjurnar hafa hrunið niður í ekki neitt. En ert þú ekki tilbúin til að viðurkenna að það sé bara þín pólitíska sýn að þú vilji bara koma hér á meiri jöfnuði og þetta sé bara leiðin betur? Það sé þá bara þannig að þú sért að færa alla dálítið neðar en það sé meiri jöfnuði? Nei, við erum ekki að því. Við erum hins vegar að færa íslenska skattkerfið tilbaka í áttina að hinu norræna módeli. Þannig að það jafni dreifi byrðunum og jafni tekjurnar og sé nægjanlega traust til þess að standa undir samneyslunni. Mönnum þykir nú nóg niðurskurðin það ekki í heilbrigðismálum, menntamálum, löggæslu og hann tilfinnanlegur. En hvað þyrftum að gera ef við gætum ekki aflað einhverja tekna? Í grófum dráttum þetta þannig að tekjur ríkisins voru í frjálsu falli árin 2008 og 2009 á meðan útgjöldin ruku upp og það sem við höfum gert í skattamálum og tekjuöflunarmálum hefur rétt dugað til að stöðva tekjufallið og við erum á miklu lægra hlutfalli af vergri landsframleiðslu en við vorum árin fyrir hrun. Þannig að í raun og veru skattbyrðin núna, við tökum í gegnum skattkerfið mun lægra hlutfalla vergri þjóðarframleiðslu en ríkisstjórnirnar gerðu árin á undan. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Steingrímur. Já. Ég tel mig vita að í hjartaðinu sért ekki hrifin af þeirri stofnun. Saga Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hræðileg. Argentína, Bólivía, Jamaíka, það er þetta að halda lengi á því. Af hverju ættum við að trúa því að Alþjóðagjaldeyrissjóðunum gengi gott eitt til hér? Já, í fyrsta lagi vorum við nú komin í samstarf við hann. Í öðru lagi var ekki mikið annað en láta á það reyna. Því Ísland var ekki í neinni stöðu til þess að fara að velja sér nýja leið eftir að við vorum komin í samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, eftir að Norðurlöndin og aðrar þjóðir voru búnar að ákveða að skuldbinda sína aðstoð við okkur eða lána fyrir greiðslu í gegnum samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þá var teningunum kastað. Þú kemur að þessu en hefur þú aldrei þurft að beita þér eða langað til að beita þér gegn því sem þeir eru að fara fram á hér? Jú, það hefur nú ýmislegt gengið á köflum, en í það heila tekið hefur samstarfið... Meira en fólk gerir sig grein fyrir? Í það heila tekið hefur samstarfið þróast vel. Við höfum sett okkar mark á þessa áætlun og í raun og veru endurskoðað hana og aðlagaðan okkar aðstæðum. Við höfum samfært Alþjóðagjaldeyrissjóðinu það að við getum gert þær ráðstafanir sem þarf í ríkisfjármálum og svo framvegis en samt varið norræna velferðarmódelið eins og við mögulega getum. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir sjálfur, já, það er athyglisvert. Íslendingarnir vilja fara sína eigin leið í þessu, þeir útfæra áætlun eins og þeir vilja, þeir leggja mikið upp úr þessu að reyna að hlífa velferðarkerfinu en þeir eru samt að ná tilskildum árangri og það er það sem þetta snýst um. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er sér mjög vel meðvitaður það að í tilviki Íslands er hann komin í samstarfi norræna velferðarsamfélag og í opnu og lýðræðislegu þjóðfélagi. Þannig að hann verður að vinna samkvæmt því. Hann langar auðvitað að bæta ráð sitt, bæta sitt orðspor, þannig að fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn skiptir miklu máli að þetta prógram gangi vel og það verði árangursríkt, en það skiptir auðvitað óendanlega miklu máli fyrir okkur. Það hefur í það heila tekið gert það og ef ekki verða frekari áföll og tafir
þá lýkur þessu formlega prógrami í ágústlok í ár. Nema ef eitthvað að gerast núna sem verður til að tefja það. Hverju myndirðu svara ef ég myndi spyrja þig eins og einhver maður út á götu myndi segja Steingrímur J. á móti Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, hann á móti ASF-samningnum, hann á móti ESB og hann bara kominn í þversögn við sjálfa sig í öllum þessum málum. Sko, nú hefur það ekkert upp á sig að vera á móti einhverjum fyrirbærum, sko. Það að segja, ef þú verður stjórnarandstöðu, þá myndirðu bara vilja Alþjóðagjaldeyrissjóðnum burt, þá myndirðu ekki vilja borga ASF-samninginn og þá myndirðu ekki vilja sjá Evrópusambandið. Sko, ég hef auðvitað viljað mikið til vinna, í fyrsta lagi auðvitað eins og við öll að þetta hefði nú ekki gerst sem gerist á Íslandi. Í öðru lagi hefði ég viljað mikið til vinna að við höfum fundið leið fyrir Ísland haustið 2008 sem ekki kallaði á það að við þyrftum að fara í prógram hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Ég barðist fyrir því með kjafti og klóm í október og fram í nóvember 2008 að við reyndum að fá Norðurlöndin eða jafnvel bara Noreg til að búa til pakka aðstoð við Ísland án aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. En það varð ekki valin sú leið. Þá erum við þar sem við erum. Og ef lífið hefur nú kennt mér eitthvað á þessum síðustu 2,5 ári, þá er það að það þýðir ekkert annað en að takast á við hlutina eins og þeir eru af æðruleysi og raunsæi. Við erum þar sem við erum með þau verkefni í höndunum sem örlögin hafa fært okkur og það verður ekkert upp á sig. Líður þér aldrei eins og sért að svíkja það sem í raun og veru að gerast í hjartaðinu? Ekki nokkuð skapaðan hlut vegna þess að ég tel að ég sé að gera nákvæmlega það sem ég tók að mér að gera og hefur orðið mitt hlutskipti og hefur kallað á alla mína starfsorku undanfarin 2 ár rúm að reyna að hafa forystu að koma landinu út úr þessum erfiðleikum og það hefur mikið af því lent á mínar herðar vegna þess að ég er fjármálaráðherra og það eru ríkisfjármálin og tengd mál sem eru mjög miðlæg í þessari glímu. En annars sem hefur tekið þína starfsorku, Steingrímur, er ekki pirrandi fyrir þig að vera með fólk í þínum eigin flokki sem er alltaf á móti ríkisstjórninni? Ég vil nú ekki orða að það sé þannig, en auðvitað er það erfitt þegar Það er víst pirrandi fyrir þig. Auðvitað er það erfitt þegar menn já þá gríp ég til æðruleysisins og jafnaðargeðsins. Það er auðvitað erfitt þegar menn ná ekki alltaf að verða samferða. Og það hefur gerst í nokkrum tilvikum og það reynir á, það er alveg rétt. En það er pirrandi fyrir þig? Aðstæðurnar, nei, ég læt það ekkert pirra mig frekar en margt annað. Og ég hefði reyndar ástæðu til að vera miklu pirraðri út í mjög margt annað heldur en mín ágætu félaga í þingflokki VG. Eins og hvað? Nefni nú engin nöfn. En hérna... Ertu að tala um forsetann? Nei, ekkert svona. En þá bara minni ég á það að tvennt sem ég langar bara að benda á. Í fyrsta lagi nú vinstri græn. Við erum flokkum með okkar eigin hefðir og okkar eigin sögu og svona kúltúr, ef við getum kallað það þannig. Við höfum alltaf haft mjög opnar umræður okkar mál. Við höfum alltaf haldið alla okkar fundni fyrir opnum tjöldum, höfum aldrei lokað þeim fyrir fjölmiðlum. Og við erum alveg ófeimin við að ræða það þegar okkur greinir á einhver mál. Við höfum oft gert það í okkar sögu. Þegar við vorum að stofna flokkin og leggja af stað með hann, tókumst við oft á áherslurnar. Í byrjun var dálítið tekist á það hvort að grænumálin ætti að fá svona mikið vægi eða hvort við ættum að vera meira klassísku vinstriflokkur. Svo urðum við kvenfrelsisflokkur, femínísku flokkur. Það var nú heldur betur fjör þegar við vorum að ræða það. En niðurstaða meirihlutans var svo að þannig flokkur vildum við vera. Þannig við höfum þessa hefð. Þannig að þetta skýrir að hluta til hvers vegna fjölmiðlar fá svona dálítinn veislumat stundum þegar við erum að ræða málin. Hitt sem gerir þetta auðvitað algjörlega afbrigðilegt, það hversu þessar erfiðu aðstæður hafa reynt á. Og það ekkert skrítið að stjórnmála lífið allt hefur leikið á reiði skjálfi á köflum. Það vegna þess að við erum að takast á við sögulega erfiða tíma sem vonandi við þurfum svo ekki að glíma við aftur næstu 50 eða 100 árin. Sem rétt og allir geta verið sammála en langar að spyrja þig og segja það jafnframt að þú átt heiður skilin fyrir það að þú kemur alltaf í viðtöl. Já, takk fyrir það, þó að nú væri. Hvers vegna svona erfitt að fá kollegaðinn í Samfylkingunni sem í ríkisstjórninni Össur Skarphéðinsson og Jóhönnu Sigurðardóttur í viðtöl? Er það eðlilegt að þú svarir alltaf fyrir allt sem óþægilegt? Nei, það nú alls ekki þannig og hérna... Það víst þannig. Ég búin að vera að reyna að fá Össur og Jóhönnu viðtöl í 2 ár á 2 sjónvarpsstöðum og það hefur ekkert gengið. Já, ég þekki ekki inn á það. Ég lít bara á það sem hluta af mínum verkum að gefa færi á mér og ræða málin. Og ég hef oft komið í þætti af þessu tagi, stundum við býsna erfiðar aðstæður, með býsna erfið máli í farteskinu. Það ekki eins og að nafn mitt og persóna og hlutverk hafi undanfarin 2 ára alltaf verið tengt við eitthvað sérstaklega skemmtilegt eða hvað. En þannig að það nú mest að furða svona hvað maður hangir uppi í almenningsálitinu. Hvað maður hangir? Mér langar þá að koma með eina spurningu hérna að lókum. Blöskraði þér þegar það kom forsíða einkalíf þitt í Séð og heyrnum daginn? Já, ég vil ekki ræða það meir. Það úr sögunni vonandi búið að kveða það rugl niður og ef það nú eitthvað sem ég vil ekki þurfa að vera að svara fyrir þá
það slíkt, þannig að við skulum taka það að dagskrá. En ég bara spyr, sko, blöskraði þér og kom það þér óvart? Já, veistu það, ég hef alltaf glaðst yfir því að íslensk stjórnmál og umræður hér hafa þó sem betur fer ekki farið niður á alveg lægsta plan breskra sorpblaðamennsku til dæmis, það sem smjattað á einkahögum okkar stjórnmálamanna og vegna þess að það er svo ofboðslega erfitt og við erum svo ofboðslega varnarlaus fyrir því og ekki aðalega við, heldur fjölskyldur okkar. Ef það eru einhverjir sem eru þolendur þess að menn eru í stjórnmálum, þá eru það aðstandarnir, það eru fjölskyldurnar og þess vegna biður maður það að fá að hafa það í friði. Það er allt í lagi að taka á mér sem opinberri persónu og gagnvart mínu hlutverki og þess vegna eins og þú varst að segja, þá er ég nokkuð duglegur í að gefa færi á mér og sinna kalli í fjölmiðlana. En þá er það til þess að ræða mín störf sem stjórnmálamanns og það skal ég svara fyrir og standa og falla með, en hitt vil ég að fá að vera í friði. Látum það vera lokaorðin. Takk fyrir komuna, Steingrímur. Takk.